Og áframhaldið með föstudagsþáttinn á N4. Hann kominn til mín, Guðlaugur Viktorsson, skólastjóri tónlistarskólans í Eyjafirði. Sælblessu. Blessaður og velkomin. Gott að koma hingað. Það ekki? Jú. Þú ert búin að vera skólastjóri hvað, undanfarið árið? Þetta annað árið mitt sem skólastjóri. Já. Við þennan skóla. Og hvernig líður? Ég líður mjög vel. Þetta gaman? Þetta eitthvað sem ég finnst æðislegt. Ég alinn upp við þetta. Já. Ég alinn upp á Þórtjörnum. Var í svona tónlistarskóla sem var svona grunnskóli. Tónlistarskóli. Alveg eins og hér. Ég er bara heima. Þannig að mér líður mjög vel. Og nú ertu með alls konar eitthvað að fara að gerast. Já, við erum í næstu viku með það sem við kallum opna viku. Það er nú kannski ekki mjög frumlegt en það er kannski bara eina leiðin til að lýsa þessu. Einhvers staðar byrja maður. Einhvers staðar byrja maður. Og þá fellum við allt svona hefðbundið einkakennsluna niður þá viku. En í staðinn þá erum við með nemendurnar í skemmtilegum svona hópverkefni. Útrásarverkefni. Já, við erum bara raun og veru, það er brasilísku kennar hjá okkur. Rodrigo López. Og Guido sem kennir á Tröllaskaganum. Og þeir ætla að taka nemendurnar í svona brasilíska tónlist, þannig það verður mikið svona, þetta er svona latín, svona tilfinning einhver. Brjóta þessu upp, þetta hefðbundna. Já, við fáum bara stóra hópa og spilum saman. En síðan ætlum við að, erum við mjög óhefðbundið starf og kennararnir, þeir fara á flug og þeir sýna sig alla sveitir. Þessi skóli er sko Hörgársveit, Grýtubakahreppur og Eyjafjarðarsveit. Og allstaðar kennum við, höfum velvilja grunnskólann og kennum þar. En við ætlum að fara og það eru til dæmis bjóða eiginlega bara sveitungarna velkomna í samstarfi okkur. Og við erum til dæmis með gítarnámskeið fyrir foreldra gítarbarna. Við erum með vinnukonugripin, menn geta farið og skráð sig á svoleiðisnámskeið eða bara komið og mætt. Í öllum sveitum eða á einhverjum einum stað? Já, við erum á einum stað. Þetta er svolítið dreift, þetta er dálítið þétt dagskrá sem við erum búin að senda á hvert heimili í þessum sveitum, þannig að menn verða nú að bara skoða hana. Skipuleggja sig. Já, og hérna, svo bara gítar vinnukonugripin, menn geta bara, ef menn eiga einhvers staðar ríkfællan gítar sem hefur ekki verið stiltur lengi og menn hafa eitthvað, eru farnir að klikka aðeins á hljómunum, þá getur maður komið að rifja það upp. Síðan erum við með tónleika. Það eru Ásdís, Arnars og Jón Þorsteinn verða til dæmis með tónleika fyrir eldri borgara á Hrafnagili. Helga Kvam og Margrét Átna ætla að vera út á Grenivík í svipuðum tilgangi. Skemmtilegt. Já, og það er opin æfing hjá karlakór Eyjafjarðar sem ég stjórna. Allir karlar í sveitunum geta komið og máta sig við. Sem tengist kannski ekki skólanum beint? Nei, það er mínu starfi sem skólastjóri og tónlistarmaður í sveitinni. Ég verð með námskeið í popkór, til dæmis, það verður á þriðjudagskvöldinu. Popkór? Já, það sem við bara erum að díla við poplög og slíkt. Síðan erum við að sýna kvikmyndina Frú Elísabetu í öllum sveitafélögum. Og hún var bara tónskáld, það ekki, fyrsta tónskáld? Sko, hún var sú sem að fekk fyrst útgefið eftir sig á íslenskum tónskáldum sitt efni. Hún var frá Grenjastað, kennd við Grenjastað og hérna Fanney. Sem kennir í skólanum? Já, hún var svona ein í þessum hópi sem að gerði þessa mynd. Alveg rétt, alveg rétt. Og þetta er bara stuttmynd. En segir frá merkilegri konu og merkilegu starfi og við bjóðum kvenfélagskonum sérstaklega að koma. Þær hafa styrkt okkur með fjárframlagi til hljóðfærakaupa. Þetta er þakklæti sem áttu til þeirra. Og svo ætlum við bara brest í söng þar á eftir. Gaman. Þá förum við bara kennararnir í skólanum upp á sviðið og leiðum fólk í Og búið að ákveða hvað að syngja? Er það eitthvað tengt myndinni? Það er bara, nei, það verður bara skemmtilegu lögin. Sko, til dæmis á Melum bara æfum fyrir Þorrablóti því það er hérna laugardaginn þar og eftir og síðan er smá hefð fyrir því núna. Eyfirðingar inn í Laugaborg eru aðeins farnir að vera með svona sing-along kvöld og í samvinnu við Lions-klúbbinn ætlum við að vera með svona hjá þeim á föstudaginn. Fullt að vera, skemmtilegt. Það er alveg að, já. Og ef maður vill kynna sér þetta eitthvað og reyna að fylgjast betur með, kannski er ekkert
það ekki endilega allir velkomnir allt, sumt eitthvað merkt einhverjum. Já, sumt svolítið merkt. En þetta að kynna sér þessa dagskrá? Já, hún bara inn á tónlist.krummi.is sem okkar heimasíða og inn á sveitafélögunum. Já. Það fer líka auglýsing í N4 dagskrána. Þannig að enginn ætti að missa af þessu. Enginn á að missa af þessu. Þetta frábært og ekki nóg með þetta heldur ætliði líka enda þáttinn með tónlistaratriði frá kennurum skólans. Já, kennaraskólans, það er hérna Fanney, títnefnd. Já, hún ætlar að syngja. Jón Þorsteinn sem harmonikuleikari ætlar að spila. Og þau ætla að flytja lagið Um þig, heitir það. Og þetta texti Ólafs Gauks og Louis Bonda sem gerir þetta lag. Veit ekki meir hann Brasilíumaður. Þetta verður brasilískt svona. Já. Herðu, þetta frábært. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangiði vel með tónlistarskóla Eyjafjarðar. Takk. Margt spennandi að gerast. Og svona ætlum við að enda þennan föstudagsþátt með þessu lagi sem við vorum að kynna. Takk kærlega fyrir að horfa og sjáumst að viku liðinni. Verið þið sæl.